Þá ætlum við að kíkja aðeins á annan kaflan úr kraft og hreyfingu. Hvað er hreyfing? Jú, hreyfing er færsla af einum stað yfir á annan. En til þess að hreyfing geta átt sér stað þá þarf að koma til kraftur. Það fer ekkert úr stað af sjálfum sér. Hlutir komast ekkert á skrýtna staði eins og þessi bíll hérna upp í tré. Án þess að til komi kraftur. Kraftur er eitthvað sem verkar á hlut og veitir honum orku þannig að hann tekur að hreyfast, hættir að hreyfast, það þarf orku til þess, eða til þess að breyta hraða sínum. Við mælum kraft í einingunni Newton, sem eru kennd við Sir Isaac Newton, sem er að hluta til faðir nútíma eðlisfræði. Þyngd er mælikvarði á hve mikill þyngdarkraftur verkar á hlut og við mælum þyngdarkraft í Newton. Við erum vön að tala þyngd í kílóum, til dæmis þegar við vigtum okkur. En hvað ætli við séum þung í Newton? Skulum kíkja á það eins. Við þurfum að vita hver þyngdarkraftur jarðarinnar er. Hann er 9,8 metrar á sekúndu í öðru, þetta er líka kallað þyngdarhröðun. En það þýðir að fyrir hverja sekúndu sem líður, þá er hlutur sem er í frjálsu falli, þar sem ekki er loftmótstaða, hann eykur hraða sinn 9,8 metra á sekúndu fyrir hverja sekúndu sem líður. Og við margföldum saman massan okkar, sem er þessi kílótala sem við erum svolítið vön að tala sem þyngd, en er ekki þyngd í eðlisfræði, heldur massi. Margföldum það saman, þannig að maður sem er 80 kíló er 784 newton. Þetta er svolítið hærri tölur, þetta er næstum því 10 sinnum alltaf. Massi og þyngd er sem sagt ekki það sama. Þyngd, eins og ég sagði áðan, er mælikvarði á hve mikill þyngdarkraftur verkar á hlutin, en massi er mælikvarði á efnismagn. Og ef við skreppum til tungsins, er þá þyngdin svo sama en massin. Hvað haldið þið? Í raun þá er massin sá sami vegna þess að við erum ennþá búin til úr sama efninu, massi er mælikvarði á efnismagn, en þyngdin er ekki svo sama vegna þess að á tunglinu er minni þyngdarkraftur, þyngdarhröðun tunglsins er ekki nema 1,622 metrar á sekúndu í öðru en 9,81 ef við ætlum að vera nákvæm á jörðinni. Og þetta segir okkur að þyngdarhröðun tunglsins er ekki nema 1/6 af þyngdarhröðun jarðarinnar. Við erum þess vegna í Newtonum ekki nema 1/6 af því sem við erum á jörðinni. Þannig að massin er svo sami en þyngdin er ekki svo sama. Við notum oft krafta til að sýna örvar til að sýna krafta, segi ég. Eftir því sem að krafturinn er stærri, þá notum við stærri eða lengri örvar. Og við getum lagt saman krafta, við skulum skoða hérna eitt dæmi. Hvað fáum við út ef að tveir toga saman í sömu átt með 10 newtonna krafti? Jú, þá leggjum við þetta bara saman. Það verður til einn kraftur sem er samtals 20 newton eða jafn mikið og þeir báðir til samans. Hvað gerist þegar þeir fara í sitt hvor áttina? Jú, þá draugum við frá. Þetta er eins og svona það bil það sama, eins og að segja 5 plus mínus 3 og eins og þið eru búin að læra í stærðfræðinni þá breytist þetta hérna í mínus og við fáum út úr þessu 2 í sömu stefnu og stærri krafturinn er. Ef að 5 hefði verið í hina áttina og þetta hefði verið í öfug átt, þá hefði þessi líka snúið öfugt með hvernig hún snýr núna. Þetta er þrenns konar núningur. Veltinúningur er þegar kúla eða hjól veltur, eins og við séum hérna inn í kúlulegu, sama ef bara bolti rúllar eða dekk. Og veltinúningur myndar ekki droslega mikið núning. Þess vegna eru settar svona kúlur eða hjól inn í legurnar til þess að rúlli betur. Ef þetta væri bara málmur í málm, þá myndi það mynda miklu meiri núning og legurnar ekki virka eins vel. Þá værum renninúning að ræða. Það er þegar fastir hlutir eins og krakki að renna sinni rennibraut
rennur niður eða yfir annan hlut. Og lokum straummótstaða, það er þegar hlutir fari gegnum straumefni sem er þá annaðhvort vökvi eða loft. Og hlutir sem þurfa að fara hratt í gegnum straumefni, þeir eru straumlínulaga, þeir eru þannig hannaðir, þeir líta þannig út að þeir kljúfa straumefnið, vökvann eða loftið mjög vel. Sjáum flugfiskinn sem dæmi, hann er hannaður, eða sem sagt þróunin hefur hannaðan þannig að hann klýfur vatnið mjög vel, en líka loftið. Það er svona sömu grundvallaratriðin í hönnun sem að gera það verkum að straummótstaðan er sem minnst. En þá er þessu lokið.